Jón Helgi, þú ert meðal stærstu á markaðnum, átt Bíkó, Húsgagnahöllina, Elko, Intersport, Nóatún, Krónuna og svo framvegis. Nú hins vegar niðursveifla og menn finna svo sannarlega fyrir samdrætti til dæmis á byggingamarkaði. Hvernig standið þið? Já, við stöndum nú vel en auðvitað búum við okkur undir samdrátt og þurfum að taka bara mið af því sem er og við erum bara í startfólum til þess að geta tekist á við það sem að framundan er. Já, við reyndar tekist á við niðursveiflur áður, dálítið oft. Byggingabransin er nú sveiflubransi og ég man nú eftir fyrstu niðursveiflunni 1968, þannig að ég er það gamall í hettunni og 74 var ansi snörp niðursveifla hérna og reyndar fleiri eftir það. Þið þetta hagræðing og uppsagnir? Já, það hefur nú verið að fækka hjá okkur heldur fólki, við höfum ekki verið að ráða fyrir þá sem að hafa látið af störfum nema litlu leyti og þannig hefur fólki heldur fækkað en við verðum að sjá hvað höndum ber. Vonandi þurfum við ekki að fara inn en harkalega aðgerðir. Þið voruð að opna Lindir í síðasta mánuði þar sem að Krónan, Intersport og Elko voru opnaðir til hamingju með það. En er þetta ekki kolrangur tími til að opna verslunarmiðstöð? Það getur vel verið. En ég held nú að ef maður hugsar til lengri tíma þá erum við mjög bjartsýn á þessa staðsetningu og þessa verslanir þarna. Og þegar að menn eru að setja svona lag upp þá gera það nú ekki til skamms tíma, heldur verið að hugsa þetta til lengri tíma. Og þarna eru 3 svona afgerandi lágvöruverðskonsept samankomin og með aðgengilegum hætti og að mínu mati vel framsett. Þannig að ég held að það eigi fullkomlega rétt á sér. Já, þið hafið verið ofsalega duglega að byggja og byggt í raun bara út allt. Er þetta eitthvað sem þú mun bara halda áfram að gera eða stendur til að loka einhverjum af þessum verslunum? Já, við höfum nú verið að loka verslunum, sérstaklega á matvörusviði, þá höfum við verið að loka verslunum. Síðan að við tókum við Kaupássi hefur verslunum hækkað í heildina yfir 10 ef maður rétt og það verða væntanlega einhverjar fleiri lokanir. Segir Jón Helgi en gefur þó ekki upp hvaða einingar þetta eru. En þú ert ekki bara stór hérna heima, þú ert búin að vera öflugur í Eystrasaltsríkjunum og í Rússlandi. Segðu okkur aðeins frá þessum fyrirtækjum. Já, það var nú eiginlega fyrsta útrásin sem við fórum í, það var uppsetning á svona timburvinnslu út í Lettlandi sem gengur undir nafninu Bíkolat. Þar vorum við að versla við svona fjölmarga smáa framleiðendur sem að hver sig hafði ekki tækifæri til að geta flutt út vöru og við keypt versluðum við þá og unnum þetta, flokkuðum og þurrkuðum og hefluðum og hvað þetta allt saman var nú að vera. En síðan hefur þetta náttúrulega þróast og við höfum reyndar verið langmest í Lettlandi. Við erum núna langstæðsti timburútflytjandi Lettlands. Við erum að flytja út frá Lettlandi yfir 400.000 rúmmetra á ári sem er dálæglegur stafli af timbri og erum keyptum fyrir nokkrum árum sögunarmylluna Vígaút sem er stæðsta sögunarmylla Lettlands. Stæðsti markaður okkar er líklega Japan. Síðan er Bretland, Holland, Ísland og fleiri lönd. Síðan erum við með tiltölulega litla sögunarmyll í Íslandi og síðan erum við með bæði Skógarhögg og síðan sögunarstarfsemi í Rússlandi. Fyrirtæki Jóns Helga samanstendur af 3 félögum, Norvik sem er rekstrararmurinn, Strömborg sem er fjárfestingaarmurinn og síðan Smáragarður sem er fasteignafélagið. Menn hafa svolítið verið að veðja á einmitt í Eystrasaltsríkjunum að kerfið þar myndi þenjast út sem þó að það hefur gert. Hvernig eru þessi lönd að koma út úr þessari efnahagslægð eða efnahagskreppu, hvernig sem menn vilja orða það, versus Ísland? Það er samdráttur, eða réttar sagt, það hefur hægt á aukningunni í þessum löndum eins og til dæmis Lettlandi, en það er samt uppgangur í þessum löndum. Já. Eða þá. Já. En þau eru orðin tengdari náttúrulega þessu umhverfi sínu, þau gengu öll inn í efnahagsbandalagi fyrir nokkrum árum síðan og eru þar að leiðandi svona og eru tengdari þessu umhverfi, þessu efnahagslega umhverfi Evrópu skulum við segja. Já. Heldur en við erum á þess að ég sé endilega að segja það við verðum betur stödd þó við værum nær því. En Jón Helgi er ekki einungis í byggingariðnaði, heldur er hann einnig í bankastarfsemi í Lettlandi, þar sem hann á meiri hluti Norvik banka sem er 4. stærsti banki þar í landi hvað varðar eigið fé. Þá á hann lítinn banka í Rússlandi. Og síðan erum við með dótturfyrirtæki í Armeníu alla leið. Norvik banki í Armeníu. Hvers vegna þar? Það er nú góð spurning. Það er vegna þess að hjá okkur starfar í Lettlandi Armeni sem er ákaflega vel tengdur
sótti menntun sína til Bretlands og þar kynntist hann lettnesku konu sinni og flutti svo til Lettlands og hefur starfað hjá okkur þar. Og hann eiginlega seldi okkur þá hugmynd að setja upp þessa starfsemi í Armeníu sem búin að vera í gangi núna í 2 ár og hefur bara gengið mjög vel. Er þetta framtíðin? Er þetta það sem að þú ætlar að byggja upp þitt veldi? Er það á þessum slóðum? Ég ætla nú ekki að byggja upp neitt veldi, ég ætla nú bara að gera það sem mér finnst skemmtilegt. Og þetta hefur verið ákveðlega skemmtilegt og við erum þekkjum orðið vel til á þessum slóðum, sérstaklega í Baltíkinu. Eðlilega þá sjáum við tækifæri þar, við þurfum ekki að sækja neitt víðar. Hvað er þessi gríðarstóra samstæða að velta á ári? Norðvík er áætlað milli 65 og 70 milljarða í veltu. Og líklega ef það væri nú allt tekið með bönkum og fleiru sem við erum í þarna, þá væri þetta sennilega nálægt 100 milljörðum sem veltan er. Já, og hver var hagnaður ykkar á síðasta ári? Hagnaður okkar á síðasta ári af þessari þríþættu starfsemi, rekstrar Norðvík, Smáragarði og Straumborg, voru rétt tæplega 5 milljarðar eftir skatta. Mig langar aðeins að tala svona þína helstu samkeppnisaðila. Hér heima eru það augljóslega Baugsmenn, Byko versus Húsasmiðjan, Novatón versus Hagkaup, Krónan versus Bónus og svo framvegis. Ég á enga sjónvarpsstöð hins vegar. Þú átt hins vegar enga sjónvarpsstöð, nei. En hvernig samband þarna milli, það hefur oft verið talað að það sé ansi styrkt, er það rétt? Ég get ekki sagt að það er eiginlega svo sem ekkert samband. Við erum bara að keppa á þessum harða samkeppnismarkaði við þessi fyrirtæki. En þú hefur verið ansi gagnrýninn á Baugsmenn, þá kannski sérstaklega mitt varðandi fjölmiðlahlutann? Já, ég get nú ekki lent því. Ég hef nú oft verið beðinn að koma að fjölmiðlum. En ég hef bara prinsip ástæðan sagt það að mér finnst óeðlilegt að aðilar sem væru bæði stórir auglýsendur og náttúrulega stórir á samkeppnismarkaði að þeir væru með afgerandi eignar aðild í fjölmiðlum. Já, þú telur að þetta fólk hafi þá áhrif á fjölmiðlana? Já, ég held að það geti alltaf verið þannig. Ég ætla nú ekki að segja, Sindri, að þú sért svoleiðis, en hérna er bara ekki fólk húsbóndaholt. Á það ekki að vera það. Það mætti kannski segja að þú hefur haft áhrif á útbreiðslu fjölmiðla þar sem þú hefur nú tekið blöð úr öllum búðum Kaupás þegar þér hefur mislíkað skrifin. Já, það var nú ekki svoleiðis. Það var nú svo að það var leitað til okkar hér til Kaupás að taka þetta bréf í dreifingu og því var synjað. Og ritstjóri blaðsins, Reynir Þröstason, hann hafði samband við mig símleiðis og spurði hvort ég vildi ekki breyta þessari ákvörðun Kaupás. Og ég sagði það ekki, ég myndi ekki gera það. Og síðan nokkru síðar þá kemur bara í ljós að ég er að selja þessi blöð. Og þannig að ég vildi nú bara nýta mér mitt húsbóndavald hér og taka þetta blað úr dreifingu vegna þess að ég taldi að það var ekki komið hér inn á réttum forsendum. Þannig var nú það mál dagsins. Já. En það er svo hægt að skrumskela það allar hátt þegar menn er að skrifa í sína fjölmiðla. En sérðu eftir því að hafa gert þetta í dag eða fannst þér þetta rétt ákvörðun? Finnst þér þetta ekki líta illa út á við? Ég veit það ekki, það er kannski afsýtti fjölmiðl, ef þetta hefði verið tómatsósa eða eitthvað annað skilur þá hefði sennilega ekki verið gert svona mikið úr þessu en að þetta var fjölmiðl þá var náttúrulega gat hann blásið þetta sjálfur út. Já, mér langar líka aðeins að fara yfir þetta byrgjamál þar sem að þið ákveðið einhliða að borga ekki byrgjum fyrir löngu seinna heldur en tíðkast hefur. Er þetta ekki frekar óheppilegir viðskiptahættir að taka svona ákvörðun einn og sér? Nei, málið þannig að við tökum ekki þessa ákvörðun einir og sér. Við greiðum held ég á hverju mánuði 5.000 reikninga. Það eru yfir 2.000 aðilar sem eru hérna hjá okkur skrá. Og við erum að reyna að einfalda þessi vinnubrögð sem við þurfum að hafa hér innan dyra. Frá mörgum af þessum aðilum berast reikningar mjög seint og við þurfum að koma þessu inn í uppáskriftaferli hjá okkur. Og það er mjög óheppilegt að getum við, og það er bara mikil vinna í því fyrir okkur að svara. Menn er hringjandi hérna inn, hvernig með greiðsluna mína og svo framvegis. Við viljum og verðum að sem stórt fyrirtæki geta haft þetta í ákveðnu föstu vinnulagi og föstu ferli og við erum að fara fram á það, við byrgjum okkar að þetta sé gert með þessum hætti og það er ekkert verið að neyða í þetta mál.
Þú meinar að menn geta bara hægt að stunda viðskipti við ykkur ef þeir vilja ekki fara eftir ykkar reglum? Já, ef þeir eru ekki sáttir við þær reglur sem við, já, ef við getum ekki náð saman þær vinnureglur sem þurfa að vera hérna hjá okkur til þess að við getum staðið vel í skilum með þetta sem að ræða. En getur ekki skilið gremju kannski? Af því að nú er þetta eru litlir birgjar, þetta eru þeir sem að sko, þegar fyrirtæki á sko þessari stærðargráðu tekur svona ákvörðun þá hefur það svo mikil áhrif á litla aðila. Já, ég er nú alveg ánægð með komment sem að hafa komið frá nokkrum aðilum. Þau eru akkurat þessi. Já, það getur vel verið að þeir gefa sér góðan tíma, þeir borga þá reikningana sína alltaf á réttum tíma. Gæti ég sem viðskiptavinur sagt ég ætla að kaupa þessar sláttuvélar og ég borga eftir 60 daga? Það er svolítið merkilegt að maður á kannski ekki að segja þetta en ég ætla samt að láta það fara að einn ágætur maður sem hefur nú haft sig mest í frammi í fjölmiðlum varðandi þetta byrgjamál okkar, Pétur kenndur við Litavir, að ég held að við erum verslað við hann fyrir 11.000 krónur, ég lét mér kanna það. Sjálfsagt einhver redding og það var borgað skilvílislega en hins vegar verslaði hann hjá okkur en hann tók sér töluvert lengri gjaldskrá sjálfur heldur en þessa 60 daga. Já. Þannig að við þurftum að fá utanaðkomandi aðstoð til þess að fá hann til þess að borga. Þannig að það. Og þessi umfjöllun er þannig að við náttúrulega erum alveg vissum okkar rétt í þessu máli, það er ekkert þannig neitt. Hins vegar erum við að velta fyrir okkur hvort eitthvað þessari umfjöllun sé ekki samkvæmt reglum. Og við erum látað að skoða það fyrir okkur. Já. En ég tek þetta mál ekkert nærri mér öðru leyti. Hvað efnahagskrísuna sem við Íslendingar göngum nú í gegnum varðar, segir Jón Helgi þetta. Þó svo að menn hafi verið að byggja hér upp mjög traust efnahagslíf eins og til dæmis með þessum virkjunum og stóriðju og mörgu fleira sem hér hefur verið byggt upp í atvinnu. Ég meina og reyndar tökum fjármálafyrirtækin sem eru geysilega öflug og mörguleiti mjög glæsileg fyrirtæki, að þá hefum við hér í landinu lifað verulegum efnahag. Og ég held að við séum bara að súpa seyðið að því núna og þetta er eitthvað sem við þurfum að rétta okkur af með. Við verðum að stilla okkar eyðslu og okkar lifistanda á grundvelli þess sem við höfum í grunninn. Hugsanlega verður að selja eitthvað af þessum eignum sem að menn hafa verið að versla erlendis til þess að létta á sér, ég veit það ekki. En ég held að við höfum bara misskilið það hvað við höfðum úr að spila. Sérstaklega hér innanlands, ég held að við höfum bara alveg misskilið það. Og það er engin undanskilin þar, ég ætla ekki að undanskilja til dæmis bara okkur sjálf, við náttúrulega, maður hærist í þessu miðju og menn makka með eins og hinnir en öll höfum við sem þjóð bara farið fram úr okkur. Jón segir evru ekki vera svarið á meðan ástandið er eins og það er, mikilvægt síðan á stöðuleika og þá að meta hvort evran og Evrópusambandið sé skynsamlegur kostur. Það er ekkert ólíklegt að þessi umræða komi upp með meiri alvöru svona á næstu árum. En ég held að megi alls ekki setja þessa umræðu upp þannig að núna að því að það er erfitt hjá okkur í þessum efnahagsmálum að þá eigum við að fara að gera þetta. Ég held að það er allavega ekki mín skoðun. Nei. En hins vegar er þetta mjög erfitt að reka fyrirtæki í þessu umhverfi líka ekki veita því. Það er mjög erfitt. Er þetta fyrirtæki sem fer einhvern tímann á markað? Nennir þessu endur sjálfur? Nei, ég náttúrulega kannski minnst í þessu. Ég náttúrulega, það er hérna hjá okkur og með mér í þessum rekstri mikið góðum fólki, konur og karlar. Og ég ætla nú bara að benda það, ég held að við séum nú líklega við erum með töluvert mikið af konum sem hafa verið í áberandi störfum hérna hjá okkur, áberastörfum. En þannig að þetta snýst ekki um mig, heldur bara snýst um fyrirtæki og fólki sem að það starfar. Og við horfum náttúrulega allt til framtíðar og reynum að átta okkur á því svona hvað er framundan en allavega er ekki það að fara á markað á næstunni. En við teljum okkur við sem jágötu fari. Starfsemi Norvíkur hófst árið 1962 með stofnun Bíkó en það voru faðir og móðurbróðir Jóns Helga sem stofnuðu fyrirtækið. Dótturfyrirtæki Norvíkur eru nú 14 talsins og hjá Samsteypunni starfa nú yfir 3000 manns. Og munu börnin þín taka við þessu? Já, þau eru náttúrulega hérna með mér í þessu, þau eru í stjórn þessara félaga en
þetta byggist ekki á fjölskyldunni fyrst og fremst. Það endilega byggist á því að hún standi saman en þetta byggist náttúrulega á því ágæta fólki sem hefur verið tilbúið til að leggja mikið af sér með okkur í því að sjá reksturinn á þessu. Tímir eitthvað að selja þetta fyrirtæki? Er þetta ekki... Ég til hvers sagt ég gera það. Já, nennir að halda svona endalaust áfram? Margir veltaði fyrir sig, hverju selur hann ekki bara og fer að leika sér? Ég get alveg leikið mér eins og ég vil þó ég sel ekki fyrirtæki.